David Guetta, Titanium. Þið eru að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Klukkan orðin rétt rúmlega 4 og Hjöppi K með mér þennan föstudaginn og ég ætla bara að byrja því að bjóða hann velkomin. Vertu velkomin Hjörvar eða Hjöppi. Hvernig ertu þennan? Ég mjög góður. Er það ekki? Jú. Föstudagur, þetta fljótt að líða, helgin mætt. Þetta rosalega fljótt að líða. Ég að segja það. Það voru jólin daginn og nú bara komið vor og helgi. Já. Þetta hérna og svo áttu að vera eitthvað skýta veður í dag. Ég var bara á bollum með nótur þetta. Já, ekki þetta veðri. Nei, eins og það. Væll er þetta. Sérðu hvað erum gamli? Við byrjum að tala veðri. Já, þetta er svona þegar maður er komin á fertugsaldurinn, þá verður maður að ræða veðrið bara hérna í fyrstu innkoma á FM 957. En við erum með stútfullan þátt fyrir ykkur kæru hlustendur. Brjátbryggi, hann er á línunni í dag. Ég hef ekki heyrt í honum í 2,5 viku. Þannig að það verður stemming. Chubby Little Swiss Baby mætir hérna með föstudagslægið og ég held að það verði eitthvað risaballa frá stráknum. Við erum með flottulega keppnina eins og alltaf þegar við Hjöppi mætumst hér í stúdíói. Svo ætlum við að taka pepphotnið og svo ætlum við líka að hjálpa fólki með gjafir fyrir mæðradaginn, ekki satt Hjörvar? Jó, ég reyndar hef aldrei gefið neitt á mæðradaginn. Ég vissi ekki eins og af þessu mæðradagi. Hann á sunnudaginn? En allan að ég góður í að gefa ráð. Já, hann gefur aldrei mömmuðinu neitt. Jú, en ég vissi ekki á þessu mæðradagi. Nei, ok. Það aldrei verið einhvern veginn haldið upp á hann heima á mér, sko. Nei, ég er svo mikill mömmustrákur, ég fylgist með þessu. Ég bara vissi, ég held þetta væri bara í dagur, sko. Nei, ok, þetta er samt til. Það er til mömmu, jú, þú vissir alveg til Mother's Day. Já, í Bandaríkjunum, ég vissi ekki að þetta væri, sko, bara international. Já, ok, international love. Það er bara þannig, þess að þetta er. Góða punktur. En hvernig liggur helgin, hvernig leggt helgin yfir? Er komin föstudagur í þig? Já. Með einhverja hálsbólgu, ég sé út með trefil inni. Já. Er þetta bara fashion eða? Þetta er náttúrulega líka smá fashion. Já, ok. Jú, það er alltaf föstudagur. Það er skemmtileg dagar. Akkurat. Eins og svo oft áður, þá eiga þessar blessu íþróttir hugamanns. Já, það er síðast umferðin í ensku knattspyrnunni helgina. Já. Og fyrir mig sem manni og aðdáanda, maður hefur nú verið bjartsýnni maður. Já. Ég held þú getur alveg afskrifað þetta. Nei, ég meina, maður heldur alltaf í smávon. Já. En við erum búin að henda þessu frá okkur, það verður bara viðurkennast. En er ekki mest að spennan bara 3. og 4. sæti þarna núna? Jú. Já. Og svo fall. Hvernig fallið? Þú náttúrulega Queens Park Rangers og Bolton að berjast það, ekki? Jú. Já. Hver heldur að fara í meistaradeildina? Þú sem fagmaður mennsku deildina. Ég held að Arsenal fara í meistaradeildina. Þeir vinna bara West Brom ódöðli. Ok, en byrjuðu að gefa 4. sæti ekki líka? Já, ekki nema ef að Chelsea vinnur meistaradeild Evrópu, þá fer Chelsea í meistaradeildina. Ég skilji. Ok, það er, já eins og ég segi, það styttist hér í Swiss Baby. Hann er með einhverja balluðu hand okkur og Swiss to mouth. En við ætlum að Hjöppi, þetta er bara fyrir þig. Ég veit að lítil hálsbólgu er og þetta er svona til að keyra þig í stuði. Já, þetta er fínt lag. Já, hvað hafa þetta sem fyrsta lagi þetta núna? Það hver ekki annars að vera að spila þetta í Evrópu en hverjum er ekki saman? Pitbull, vinnur okkar hérna á FM 957. Það er hins vegar komið að slúðurpakka dagsins og Hjöppi, ég veit ekki með þig, ertu til í gott slúður? Ég veit ekki, ég er það. Ertu að grínast eða? Sitt hérna tilbúin með þetta allt og takk fyrir að peppa mig upp í þetta. Jú, hvað er með það? Ég bara einhvern veginn hefur rosa lítið áhuga, sko. Ok, nennir að þykjast. Það er það sem að gera stundum í fjölmiðlum eða eitthvað sem við erum ekki áhuga á. Ok, hvað er með það? Jæja, það er komið að slúðurpakka dagsins og ég vona þessu einhverju að núti sem að meira gaman að þessu heldur en Hjöppi. Ég ætla að byrja slúðrið á stelpunum í Desperate Housewives. Það er búið að taka upp síðasta þáttinn af Desperate Housewives en nú er búið uppljóstrað það að fólk sem er að vinna að gerð þáttarins, það er búið svona að halda í sér svona upp á vinsældi þáttarins, að þær eru skiptast í 2 hópa þessar stelpur þarna. Eva Longoria, Marcia Cross og Felicity Huffman, þær eru alla vinkonur og svo er hún Terry Hatcher ein og sér. Þannig að þetta er vist búið að vera svona síðustu 6 seríur að þær eru alltaf 3 saman en Terry Hatcher er alltaf bara 1 og vilja meina þessu svo miklar stjörnustælar í Terry Hatcher að þær hafa aldrei nefnt að hanga með henni og hún ekki með þeim. Terry Hatcher náttúrulega leik í Tango and Cash hérna á sínum tíma með Slæstunum. Já, leik líka hann í Superman þáttunum og var orðin svona aðeins, hún var aðeins frægar en hinnar þegar hún kom inn í þetta sko og virðist að sett sig á háan hest. En náðu ekki Eva Longoria KO hana af því sæti? Jú, Felicity Huffman er búin að vinna Oscarinn síðan þess að þættu byrjuðu þannig að Terry Hatcher sé nú ekki bara orðin svona minnsta peðið þannig. En þetta er skemmtilegt fyrir ykkur að úti stelpur sem eru að horfa á Desperate Housewives og nú vitið það að þær eru ekki vinkonur í alvörunni. Stelpur, horfðu þú ekki á þetta? Nei, ég er hættur. Þú horfir á Idol, þú horfir á
Ég horfði á fyrstu 5 seríurnar af Desperate Housewives. Þá var ég svona öðrum þrýstingi og horfði svona með, en ég hef ekki horft á þetta síðan. Okay. En ég veit alveg út á hvað þetta gengur og þekki allar stelpurnar, sko. Ég skammast mín ekkert fyrir það. Svo það, slúður sem ég er búinn að fjalla núna síðustu 2 daga. Það án John Travolta. Það voru 2 menn búin að kæra fyrir kynferðislega áreitni, 2 nuttarar. Nú að 3. gaurinn að bætast við og eru núna 3 karlmenn að kæra John Travolta fyrir kynferðislega áreitni og þessi gaur segist vera að vinna hérna á einhverju skemmtiferðaskipi og aðrir starfsmenn á skemmtiferðaskipinu Royal Caribbean Cruise, eins og skipið heitir, hafa staðfesta að fyrir 1,5 ári síðan að þá hafi hann komið til þeirra og kvarta undan John Travolta, en það var ekkert gert í málinu því að enginn á skipinu trúði honum og hann var rekinn. En nú þegar þetta allt komið í ljós þá eru menn á þessu skipi farin að spája hvort það sé eitthvað til í þessu eftir allt saman. Já, ég sagði frá því hér í gær að John Travolta var ekki eins og í LA þegar hann átti að vera kærður fyrir eitt af þessu skiptum og ég sé ekkert fyrir mér. Reyndar eitt sem er svona pínu núna, John Travolta er greinlega ekkert mikið fyrir það að láta konur nutta sig. Nei, en sumir vilja láta aðra karlmenn nutta sig, sko. Já, ég veit að þú ert ekkert bara hommið til það, sko. Nei. En Hefur þú farið, harðasti nuttari sem ég hef farið til, það er kona. Já. En það Inga sem er með landslíði í handbolta, hefur séð hana? Já, ég þekki hana. Hún er alltaf í glerhörð, sko. Já, hvernig var hún að nutta þig? Þetta var hérna, ég var í fótboltanum bara og nuttaði úr mann og þú veist, hún fæst svona hné læri og varst eitthvað slappur. Já, ok, nice. Hún bara nuttaði úr manni, sko. Grjótörð. Hún með stærri framhandleiki heldur en nokkur kappmaður sem ég séð, held ég. Já, hvernig samt, ert þú svona típa að þú pantaði nutt á einhverjum stað? Já. Og, veist, ég líti ekki nutt sem neitt kynferðislegt og ég er ekki að tala happy ending eða neitt, en þú pantaði nutt á einhverjum stað og það kemur svo allt í einu gaur, verður þú fyrir vonbrigðum? Nei, ég er ánægður. Já, það er glæsilegt, já. Af því að ég er náttúrulega með snertifælni og mér finnst bara, þetta er ekkert að því að mér langar í konan sem er að nutta með neitt, ég er ekki að hugsa þetta neitt kynferðislegt, ég sverða. Þú ert að því. En mér finnst óþægilegt bara einhvern veginn ef það er gaur. Ég veit ekki okkur. Ég hef alveg heyrt aðra að segja þetta. Þetta er ekkert bara ég. Ég lofaði því. Herru, svo það síðasta slúrið, það af Ryan Gosling og Eva Mendes, en þau eru víst byrjuð aftur saman. Þetta finnum við alla fallegri manneskjur hér á þessu jarðríki held ég en þau 2, þannig að fínt að þau séu bara byrjuð aftur saman. Hann er 31 árs, hún er 38 og þau voru að leiðast New York-borg í gær. Þar hafið þið það. Hvað fannst þér svona best að þessu slúri, Hjöpi? Já, mér fannst það var Travolta. Það er eiginlega yfirbörðað slúður. Það var bara þessu virði að hlusta á þetta. Já, þetta er leiðrætt fyrir hann og hans fjölskyldu, sko. Það séu bara menn hérna kvimpin og kampin að gæra hann fyrir kynferðislega áreitni og allt karlmenn. Leiðrætt fyrir konuna, sko. Af því að það eru búið að vera svona sögursagtur hann, sko. Bæði hann og Tom Cruise og einhverja fleiri. Hann pútið, sko, í röðið, en ég veit það ekki. Þetta var allavega slúður dagsins. Fáum hérna Heartbeat og Chubby Little Swessman mættur í stúdíóið og föstudagsslagið verður snemma að þessu sinni, svo er Brjátbreki og fleira hér á eftir. Childish Gambino með Heartbeat, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Styttist í Squest to Mouth, hann kemur hérna með föstudagsslagið eftir cirka 5-7 mínútur. Brjátbreki verður á línunni hérna líka á eftir og við Hjöppi verðum með ykkur til 6. Flottulagakeppnin og fleira. En Hjörvar, þú er alltaf verið mikill áhugaður með Eurovision. Já, ég hef allan tíð verið það, já. Þú er búinn að segja mér það í nokkur ár. Horfðir á frumsýningun á fötunum hjá þeim í gær? Þetta var frumsýnt fyrir ykkur hlustendur, þá var verið að frumsýna fötin sem að krakkarnir verða
það í. Krakkarnir, þetta liðið eldri en þú, sko. Já, ok, fólkið sem að syngur fyrir okkar hönd í Eurovision. Það var að frumsýna á Facebook síðan hennar Gretu Salome í gær klukkan 4 og ertu ánægður með fötin? Já, ríkar ánægður með fötin. Já, þetta er eitthvað sem þú hefði valið? Já, þetta er frábær föt sem er í. Ég er búinn að komast núna að því að þetta, sko, ég og Sveppi vorum að spá í hvað þetta var þarna hálsinn á Jóns, þetta var eins og smekkur eða eitthvað, en þetta er víst slaufa. Já, ok. Þetta er eitthvað svona gamaldags slaufa, ég veit ekki alveg með hana, sko. Það er svona ásvöldi við að vera einhverju gamaldags þarna, því þetta er svona eitthvað víkingalag. Já, hvar spáir okkur? Nú styttist í Eurovision. Við förum ekki í úrslitunna. Það er bara þannig. Já, við förum ekki í hana, sko. Við erum að þetta verður handónýtt Eurovision lögadagur. Má, hvað hérna? Nei, ég er ekkert að segja þetta af því að, þú veist, ég er að segja þetta bara af því ég veit allt þetta. Já, ok. Svíar vinna keppnina. Já, það er staðfest. Það er hrikalega flott lag hjá þeim. Ég bara leiðu ég heyrði það. Þetta er svona munurinn á sumum lögum. Svíar kunna allt svona. Já, við erum með ABBA. Þeir eru búin að vinna þetta 4-5 sinnum. Fangandofinn Stormvindi, það var Meija hérna sem bjóð til hérna. It's all about the money. It's all about the dum-dum-da-da-dum-dum. Var hún í Eurovision? Nei, hún er sænsk. Já, hún er sænsk. Já, ég segi að þeir eiga bara Ace of Base, Roxette. Roxette er náttúrulega einn bestar hans allra tíma. Þannig að Save Tonight, Equal Eye Cherry, já. Þannig að, þú veist, Svíar kunnalega búið til tónlist, sko. Já, náttúrulega fyrir utan ABBA og allt þetta. Og ég held að gæðin sem bjóð til fyrstu Britney Spears lögin, hann var Sví. Já, það er vist einhver gauð sem er að mata í hann einhverju lögum. Já. Svessi sagði með það einhvern veginn. Þeir kunnaði þetta lög. Já, en varstu ánæður sem sagt með föt? Er einhver svona núna ánalsgrís? Nei, svona ánalsgrís þá hef ég ekkert séð sér föt. Nei, ok. Þú hefur ekki tjekkað á það eins og nýgjær. Hann er í svona svörtum kjól og hann er í einhverjum svona jakkafötum og... Já, ég hefði viljað hafa hann kannski bera hann ofan eða eitthvað slíkt. Já, eins að reyna að nýta kynþokkans. Já. Ákveður ekki að spila eins inn á hann? Ég er að segja það, því að ekkert við spila inn á þetta lag. Nei, finnst þér það svona skelfilegt lagi? Mér finnst það mjög leiðilegt, ég myndi treysta mig til að búa til betra lag. Það er ekkert annað. Þú ert að skoða fötin núna? Fyrir frá mig. Já, hvernig finnst þér þau? Já, hún er fín, hann er kjánalegur í þessu. Finnst það? Já. Er það ekki? Ég vona að Jónsi verði ekki á væstur þarna þegar hann kemur á sviðið. Þetta er svona eins og, hérna, horfður ekki á Nonn og Manna en í gangi þetta? Jú. Hann er svona eins og getur verið, þetta er eitthvað svona Nonn og Manna kalli. Ég veit ekki, en við þurfum að ræða þetta. Ég væri til að henda Svessa einhvern veginn út í Eurovision. Hvað er svona, já, draumur minn sko, áður en að ég vissi til dæmis að Herbert verði að fara að keppa í ár, hafði ég mátt velja einhvern Íslending til að fara í Eurovision, þá hef ég valið Herbert Guðmundsson. Þetta er maður sem að sko lifir og hrærir í þessu. Ég hitt hann í ræktinni morgun, var þarna niður í sporthúsi, kemur hann að mig, bara hvernig ertu þetta? Ég bara, ég er góður. Ertu búinn að sjá fossinn og séu það heyrt? Gallinn þar maður, alveg með þetta. Já, ég var búinn að sjá það, hann var að ná sér í einhverja yngri konu eða ekki? Jó, sem sagt bara vinir, en það er samt svo fyndið, það er svo misjafnt hvernig fólk tekur í það, ég sjá Fossi að séu það heyrt, en Herbert Guðmundsson, hann var helsáttur með þetta. Ég meina, skipur að sjá kallinn. Hann er alltaf sáttur kallinn. Já, hann er bara lífsglæður og æðislur. En þú mætti samt velja núna einn til að fara í Eurovision? Tjöflið og Svess, ég verði til þess að Svess að fara. Syngja hana. En er hann ekki aðeins svo einhæfur söngvari? Ég veit það ekki. Sverrir, þú mátt alveg láta vita og segja að hún komin hérna. Sverrir er með föstudagsklagi eftir öskapastund og var mættur í stúdíu þegar þetta komment kom frá Hjöpa. Ertu einhæfur söngvari, Sverrir? Nei, ég ætla á þess að ætla að vera hrokafullur sko. Þá held ég sé nú alveg. Má ég heyra til dæmis taka 1, 2 og It's all about the money. Hvernig á ég taka fyrir? It's all about the dum-dum-da-da-dum-dum. Ég get ekki toppað þetta. Í þessum tón. It's all about the money. It's all about the dum-dum-da-da-dum-dum. Það sendi ekki líka svolítið rétt. It's all about the money. It's all about the dum-dum-da-da-dum-dum. Ég er bara að henda hérna í... Hendu þetta lag? Ég er ekki með þetta hérna. Það er allt tilbúið í dölvunni hér. En ég get samt sagt reitt að því þú varst að tala um Svíja. Þessi er sænsk. Kallar þessi Robin. Þannig að þetta er svona smá tenging. Já, vel gert. Fáum þetta lag. Flott tenging hjá þér. Flott tenging og svo er það Svess to Mouth með föstudagsklagi. FM 957, Hringtorg og Tromp kynna. Hlustendavelun FM 957 2012 í Hörpu, laugardagskvöldið 2. júní. Miðasala hefst mánudaginn 14. maí á dílar.is. Hlustendavelun FM 957, Hringtorg og Tromp. Tromp í nýjum umbúðum. Trompaðu daginn, fáðu þér Tromp.
Njóttu þess að vera til. Þú hefur þetta allt í hendi þér. Kortið og hringtorg. Viltu slá þig í kaffitímanum? Vísir kynnir samstarfi Datamarket. Upplýsingar verðlagsþróun, framleiðslu og eftirspurn. Utanríkisviðskipti, vinnumarkað og opinber fjármál. Vertu sérfræðingur og fylgstu með stöðunni á hagtölum í viðskiptum á Vísi. Ég var ekki alveg að kaupa þetta fyrst, ég eitthvað svona, nei, þetta eitthvað svona afsláttur eða eitthvað svoleiðis. En það var ekki þannig. Þú mátti bara nota þetta eins og vildir og skal nota þetta á ábyggilega svona 80% af stöðunum sem ég versla á almennt, sko. Ég heiti Sverrir, ég í Háskóla Íslands og ég nota aukakrónur. Ertu búinn að smakka Stóra Bó? Eðal hamborgari, hannaður af Bó fyrir hamborgarafabrikuna. Rennur af stað, ungi borgarinn. Heyrðu, Maggi, ég myndi sleppa ég að syngja. Lestu þetta bara. Einmitt, hamborgarafabrikan. Viltu ná árangri? Háskólinn í Reykjavík leiðandi háskóli á sviði tölvunarfræði, viðskiptafræði, lögfræði og tækni og verkfræði. Í HR getur skiptinám við marga af bestu háskólum heims verið hluti af þínu námi. Kynntu þér nám við framsækinn alþjóðlegan háskóla sem hjálpa þér að ná markmiðum þínum. Háskólinn í Reykjavík. Reykjavík Live, 16. til 20. maí í 101 Reykjavík með Grolls léttöl. 4 tónleikastaðir og yfir 50 atriði. Tryggðu þér árband á miði.is og njóttu fríðindana sem fylgja í kaupæti. Spurning dagsins. Hvað það sem rosalega gott en samt engin hvítur sykur, engin gerfisæta, næstum engin fita og ekki nema 62 hitaeiningar í hverjum 100 grömmum? Svarið Jóker. Sælt verið fólkið, Stefán Sölvi hérna. Viltu massa þig upp? Kíktu þá inn á sportdeilitan.is. Fjarþjálfun í heimsklassa. Corona Mexico Mai á Resso. Gunni Óla og band spila fram á nótt. Corona og tequila á barn. Sjáumst á Resso í kvöld. Milljónir í maí. Lottopotturinn stendur í 18 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Dílar.is í dag. 100 hylki af Fitform Extreme brennslutöflum frá Sportlíf á aðeins 3.800 í stað 7.800. Dílar.is. Fyrir þá sem vilja meira fjör. Prólokadjam á English Pub í boði Somersby. Lifandi tónlist, frábær stemning og Somersby á tilboði alla helgina. Láttu sjá þig á English Pub Reykjavík og Hafnarfirði. FM 95 Blö í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það eftir þér. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Á rétt Jánu, þú ert að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og það komið að lið sem fastur hér á föstudum og kallast föstudagslægi. Hann mættur til okkar hérna, hann Sverrir Bergmann Magnússon. Já, þakka fyrir það. Ástfanginn drengur á norðan, vertu velkomin hér í stúdíu. Þakka fyrir það, einsamli auði. Hvað að frétta? Herðu, ég góður. Það væri verið að vera betra. Medium rare eins og Brjálbreki segir. Flottur, flottur. Og Hjöppi, þú ert góður líka. Já. Þannig að það bara allir feskir hérna. Man þakkar einlega ekki vera ástfanginn til að vera hamingjusamur, það bara þannig. En Sverrir, ég verð að gefa það geislar að þér. Já, þakka fyrir það. Þarf maður að vera með einhverju konu til ástfanginn? Getur maður ekki verið ástfanginn á lífinu bara? Takk Hjöppi. Þetta var akkurat sem ég var að leitað og það hárrétt við þér. Það hægt að vera ástfanginn á lífinu. Ég held það líka og þú sagðir það. Það bara þannig, hvað að frétta annars aðeins það eitt gott við þetta. Alltaf þú varst að koma þetta í þáttinn. Þú ert búin að vera hérna með okkur í rúmt hálft ár. Þá vissi ég alltaf hvað var að frétta þér. Nú hittið þið aldrei, þannig að hvað að frétta þér? Já, bara allt gott að frétta. Það ekki, þú ert alltaf farin að sofa þegar maður kemur heim. Já, hvað þú ert að koma heim á mótnana? Heim á mótnana, ég er bara dett inn 10:30 og kallinn bara farin að sofa. Já, ég tek alltaf 10 kilometra klukkan 7. Já, rétt. Eða eitthvað, því ég eitthvað annað að gera alltaf. En hvernig helgin þér? Hún bara, ég að útskrifast bara eftir skólanum og... tölvudrastinu? Já, Markmannarskólan. Já, glæsilegt. Þannig maður kannski breytar aðeins. Til hamingju með það. Áttu ekki Björn Landónu hérna? Nei! Hann að útskrifast, hann rögglaður. Mammas og pappi heldur það ekkert úr honum. En hérna, og bara feskur og fagna því. Já.
En hvað eru þið strákarnir að fara að bjóða upp á hér í föstudagslæginu? Þetta ákvæmum að gera gott við Auðun Blöndal, vinn minn. Hann elskar þetta lag og lætur mig alltaf syngja þegar ég fyrir mig karaoke. Það ert að fara að taka lóna? Já, það er að lóna. Gert, maður. Þetta lag er endur orðið vinsælt aftur núna. Það er einhver sem er búinn að setja þetta í nýja nærbuxur eins og strákarnir hérna á FN kalla það. Já. Og Tjóðsir snillíkar, nærbuxur. Já, nýja nærbuxur. Það er þegar þú tekur gamalt lag og breyti. Þetta er komist blónkun í að narjur. En hefur ekki heyrt það hérna, lóna gen með eitthvað. Þannig að það er verið að spila þetta núna á FM, en þú ert væntanlega að fara að taka bara gömlu útgáfuna, eða ekki? Já, jú, nei, mína eigin útgáfu. Ja, þín eigin útgáfu, ég fíla, og eru þið tilbúinir? Haldur Gunnar tilbúin? Já, held ég. Já, ok. Herru, þá bara, Hjöppi, þú kannski færir það, svo hleypur honum að. Þá bara allir klárir og ég segi bara take it away. Þetta er sennilega eitt af svona mínum uppáhaldskaraoke-lögum hjá þér, Svessi. Ég beðið nokkuð sinnum að taka þetta. Já, hvað er það? Ég er enda svona, það er mjög gaman að fara með þér í karaoke. Er það? Mörg lög sem að við heyra þið taka. Já, ég er enda svona, trúðurinn sem er góður í 90 sekundur. Ég þoli ekki, leiðilegasta við karaoke, það er að þú ert bara með einhverjum hóp, þú byrjar að þvílíkum krafti, það er allir að hlæja og klappa og svona fyrstu 90 sekundar er mikil stemming. Svo er allir bara að byrja að horfa eitthvað annað og tala saman. Þú ert ennþá upp á sviði, svona eitthvað að rembast við að vera fyndin og öskra lagið og eitthvað, það er ömurlegt. Svo líka, ég skil ekki með karaoke-lög. Akkur er að halda 2-3 mínútna sóló minniðum? Já, nákvæmlega, eins og Kristoffer Dignus hérna, sameiginlega vinnur okkar, pródusent, hann tók eins og Bet Out of Hell og það kom bara, lagið er 8 mínútur og það kom bara svona 90 sekundur eitthvað instrumental, þá var hann bara upp á sviði svona sveifla mikrofónu bara, jæja, það var skemmtilegt moment. Hvað tekur þú í karaoke, Hjörvar? Nú ert þú einn af okkar ástalegu söngurum líka. Ég vil kannski ekki segja einn af ástalegu söngurum, en ég finnst gaman að leika mér að syngja og finnst gaman að fara svona mannamót að syngja. Já, hvað tekur að syngja? Þú veist að ég sér hérna í Ronan Keating. Alveg rétt, þú varst búinn að segja mér það er Ronan Keating. Og svo svona rockset-lög tekið mikið. Já, er þetta bara, nú er þú nátt kallað okkur svona sveitalúða, er þetta bara þegar sveitalúðan er komið í bæinn að fara í karaoke, eða var þetta vinsælt hjá ykkur í Kópavoginum líka? Nei, þetta var ekki vinsælt hjá okkur. Að vinahópar fara í karaoke? Við vorum meira að grinda. Voruð meira að grænda? Já. Þú veist bara, ekki að eyða tímanum í hérna... Hvað voru að gera? Hvað var að gera? Bara grind. Það sáðu aldrei þættir síndur MTV Grind. Nei. Það sem var bara út á strönd og alltaf voru að grinda. Hvað er að grinda? Er það bara chilla eitthvað? Hafið ekki séð það? Ég aldrei séð það. Og dansa svona... Já, svona grænda í og... Sáðu aldrei MTV Grind? Nei, ég sá Cribs bara og eitthvað svona. Það kom bara svona 500 edru úrlingar og byrjuði bara að dansa á einhverju strönd. Já, skemmtilegt. Bara svona grind. En hvað er ennþá bara Ölver með karaoke? Nei, það er líka komin í bæ eitthvað svona. Já, það er í bæ hérna sem var eitthvað strippúleika tíðan. Já, þú ætti nú að vita það, þetta var hérna á Vegas. Já, ég veit, þú sagði það ekki. Hef ég heyrt. Var það ekki? Já, hann var það. Held ég, alveg örugglega. En þetta var stórkostlegt hjá okkur, strákar. Og Stjöpi, hvað er svona, þú ert að fara núna að frumsýna eitthvað nýtt vídeo, eða ekki? Jú. Hvað, lokaverkefni í skólanum? Já, rosalegt. Ég fíla. Þess vegna var hann í fyrri kantinum hjá okkur, hann Sverrir að þessu sinni. Það styttist í að ég tekki á Brjánibreka, en Sverrir, farðu bara varlega helgina og byrja að heilsa. Það er bara later, en áður fáum Brjánibreka, skulum við heyra eins í Kanye West og hellinga eitthvað fólk. Lights, Kanye West, Rihanna og fleiri. Þú ert að hlusta hér á FM 957 Öddi og Hjöppi K með ykkur hérna til 6 í dag. Sverrir Bergmann farinn úr húsi, en það styttist í að við hringjum í Brjánibreka. Það er hins vegar komið að dagskráralið sem er fastuliður hjá okkur Hjöppa, oftast á 50 dögum, en það er svo sem alveg hægt að fara í á föstu dögum líka. Þetta heitir Flottulagakeppnin og staðan var að við minnir 8-6 fyrir mér, þannig að þetta er mjög mikilvægur leikur fyrir Hjöppa í dag og já, þetta gengur út á það að við veljum okkur báði lag og spilum 1,5 mínútu úr því og svo er það undir ykkur komið kæru hlustundur að velja hvort lagið er betra og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Hjörvar, ert þú búinn að velja lag í dag? Já, síðan. Og líst vel á það? Já, ég annars hefði ekki valað. Nei, ok, var fyrirgeðum maður. Hrækti ekki að mig. Og hvað hérna, það er allt tilbúið hér? Já, það er bara... Er lagið áttu þú sér undan, eða? Já, ég er til yfir undan. Ok. Ég held að sé ekki hægt að vinna þetta lag, þetta er svona lag sem ég lustaði mikið að ég var yngri. Ok, þú reynda að segja alltaf að sé ekki hægt að vinna þetta lag? Nei, það er að því að þú ert alltaf með einhverju svona kjánaðar út í bæ sem að... En börsið frá því. Hérna, þetta lag er Getting Jiggy With It. Með Will Smith, eða? Með Will Smith. Ok, frábært. Þá ætti ég nú að vera með örugum sigur. Hérna... Þetta er svona eitt af svona betri lögur frá maður yngri og ég held ég að hlusta svona 1000 sinnum á þetta og þetta er svona eini rappkablin sem að ég
sem ég kann í því dagi. Já, þetta lag sem kemur þér í gýrin. Já, algjörlega. Herru, það komið að lagina að sjöpa, takið vel á móti og svo spilaði mitt og svo ringiði 511-0957. Mínúta þessu lagi og ég veit ekki, ég alveg ágætið sem Will Smith aðdáðandi en Getting Jiggy With It var aldrei að gera neitt fyrir mig. En þetta náttúrulega bara þinn smekkur og þú hefur rétt á honum. Þetta var lagið hans sjöpa hérna í flottulega-keppninni, Getting Jiggy With It með Will Smith. Þegar þú hefur verið með Will Smith áður, þá varstu með Miami. Og áblettur að nota hann oftar. Já, ég vildi svona tilkynna þetta því ég að koma núna með lag frá hljómsveit sem ég hef verið með áður líka. Síðast þá var ég ekkert með eitt af þeirra bestu lögum en ég vil meina að þetta hérna sé svona sennilega eitt besta lag allra tíma og það er smá ástæða fyrir að ég spilaði þetta lag í dag. Það var að koma inn á vísi.is núna og inn á Twitterinu hjá mér, var að koma nýr trailer fyrir Evróska drauminn og þetta lag tengist einmitt draumnum, bæði evróska og ameríska og þetta lag heitir Welcome to the Jungle. Þetta fínt lag. Þetta kemur mann ekki í gýrin á föstudegi, maður. Það er synd að þurfa að lækka í þessu lagi. En ég er vist komin í 1,5 mínútu. Það var lagið mitt hérna í flottulega-keppninni, Welcome to the Jungle. Hjöppi Káfa með Getting Jiggy With It með Will Smith. Og nú það í ykkar höndum kæru hlustendur að hringja í 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Þannig ég ætla bara að opna hérna fyrir síman. Við erum reyndar báðir ágætlega ánægðir með lögin. Þú veist, ég hata ekkert Will Smith, þú alveg átt verri lög, Hjöppi. Ég held samt að ég hef verið að keifa þig, sko. Tjekkum á sig. FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló. Hvort lagi fannst þér flotara? Eitt í þér. Takk kærlega fyrir það, vinnur. Má staðan 1-0, takk fyrir það. Bæm. Það er komið fórskot hérna 1-0 FM 95 Blöð. Hvort lagið fór betur í þig? Sko, þetta var mjög erfitt hjá okkur. Já. Rándi lög. Getting Jiggy With It og Welcome to the Jungle. Þetta eru ólík lög, sant? Þetta er mjög erfitt hjá okkur. Ok, hver fær þitt atkvæði þessu sinni? Will Smith. Will Smith. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Fámaður. Takk fyrir að ringja. Þó svo atkvæðið hefur verið handónýtt. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætla að giska á Will Smith en ég ætla að gefa auðvitað þetta núna. Já, ég náði þér með laginu. Já. Það eru djöfullir ánað með það enda. Það er erfitt að keppa þetta lag, held ég. Jú, það er erfitt. Takk hérlega fyrir að ringja. Ok, staðan er 2-1 hér í flottulega keppninni og við fáum næsta hlustanda. Hvort lagið fannst þér flottara? Það er Rauti. Það er Rauti. Það er Guns N' Roses. Algjörlega. Það er að taka Will Smith hérna í borunni eins og er. Takk fyrir þetta. Já, ekki mál. Ok, þú ert þögull þarna, Hjörvar? Já, það er ekkert sem ég sagt. Nei, ok, FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Það er Hjörvélinn. Það er Hjörvélinn. Hjörvélinn, maður, djúvill það gott með það. Það er kærlega fyrir þetta. Ertu Will Smith maður? Já, ég er Smith-ari, sko. Já, vel gert. En ekki Guns maður, eða? Lítið. Lítið, já. Lítið. Þú ert með okkur góður rappi. Já. Herru, takk fyrir að hringja. Já, lítið. Ok, þá er það staðan 3-2, komin inn í þetta FM 95 Blöð, hver fær þitt eitthvað? Það er Ötti. Ötti, welcome to the jungle. Já. Takk kærlega það. Og takk fyrir að hringja. Ok. Herru, ég þarf eitt atkvæði í viðbót til þess að vinna hér flottulega keppnina. Hvað segir þú, kæri hlustandi? Herru, ég er ferskur, sko. Já, ferskur, fíla það, á föstu degi. Já, menn eru að renna í bæinn hérna frá Egilsstöðum og... Það er ekkert annað, maður. Djöfull, fíla ég það. Og hvað, á að þrýsta nokkru niður, eða? Já, nokkrum köldum. Kíkja á fyrsta leik á Etti í fyrstu deildinni á morgun og svona. Já, ok. Við hver eru hættur að spila? Eru að spila Þrótt. Já, ég veit að Tindastóll er að spila á Hauka. Ég er spennt fyrir þeim leik. Já, ég er mjög spennt fyrir þessu. Fyrsta skipti í sögu félagsins að vera í fyrstu deild, sko. Já, til að hafa mikið með það. En hver fær þitt atkvæði hér? Ég verði að gefa hérna þetta, sko. Takk fyrir það. Þetta var, sko... Getting Jiggy With It. Þetta er eitt bestalega allra tíma, sko. Já, rólegur félagi. Þannig erum við sammála. Þetta er geggjað. Ok, Getting Jiggy With It er eitt bestalega allra tíma á Egilsstöðum, þá veitum við það. Staðan er 4-3 og já, ég gæti klára þetta eða verður úrslit atkvæði. Hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Herru, það er Smitharinn. Það er Smith, ég trúi þessu. Sjálfsögðu. Ég trúi ekki. Það verða að baka Smitharinn upp, sko. Að Welcome to the Jungle sé að fara að tapa. Það er ekkert harðari heldur en hann. Nei. Hann er góð leikar eftir skelvilegur rappar. America's a God blows seas at the Lakers. Sko, þetta er ekki spurning hvað sko rappari, það er spurning hvað cool. Já, hann er reynda svalur, ég gef hann það. Þetta er eitt svalasti maður. Varstu búin að sjá myndina með það sem fekk myndaði sem er Pitbull á Miami League?
Nei, Það var að tjekka á því. Já, googla það. Og googla það maður. Herru, takk fyrir þetta, Önnur. Rock on. Rock on, ánægði með, já, rock on, nákvæmlega, Guns N' Roses. Það er 4-4, það er úrslit atkvæðið, þetta er allt í þínum höndum, hver vinnur flottulega keppnina þessu sinni? Herru, Öddi. Djöfell er ég ánægði með þig, maður. Welcome to the jungle. Já. Það er nú 9-6, hvað heitir þú? Ingibjörg. Ingibjörg, og hvað ætlað þú að gera helgin, Ingibjörg? Herru, ég ætla að skella mér á Þingvelli. Ok, nice, bara til að. Rábært. Já. Hjöp er svektur hérna, mér finnst það bara góð hugmynd. Ánægði með þig. Herru, takk kærlega að hringja og takk fyrir atkvæðin. Já, ok. Herru, 5-4, staðan er orðin 9-6 í heildina, við ætlum að fara í örstuð skilabóð og svo ætlum ég að hringja í Brjánbreka vinn okkar. Þú að taka á því í ræktinni? En vantar smá hjálp? FM 957 í samstarfi við Perform.is ætlar að gefa nokkrum hellulustendum brennslu og eða massapakka næstu daga. Perform.is Holtasmára 1 Kópavogi selur hágæða fæðubótaefni frá Optimum Nutrition og PSN og einnig liftingabúnað frá Grizzly Fitness. Perform.is býður nú hlustendum FM upp á frábær tilboð af fæðubótaefnum til laugardagsins 12. maí. FM 957 og Perform.is koma þér í gott form í sumar. FM 95 Blö er í boði. Lagið Drive-by hér á föstudegi í FM 95 Blö á FM 957. Við Hjöppi verðum með ykkur hérna til 6 í dag. Við ætlum að vera á eftir með Pep-hotnið og það er lagið á leiðinni heim úr vinnunni og fleira. En það er ungu maður sem er annarkvort elskaður eða hataður oftast hjá þeim sem ég tala við. Og hann heitir Brjánbreki. Ég er persónulega ekki búinn að tala við hann núna í, tæpar 3 vikur. Þannig að ég er allavega orðin helviti spenntur að heyra í honum og ætla svona aðtuga hvort að kallinn svari ekki öruglega. Má ég sjá, ég er með þess að búinn að týna númerinu hans. Kíkjum að sjá þetta. Hérna er númer hans. Herru, má ég sjá, bjöllum á hann. Nei, kallinn bara komið crazy bastard sem ringi. Menn maður bara. Halló. Sælvinnur. Hver er það? Þetta er Öddi. Öddi? Já. Blessur. Þú mikli meistar. Býtaðan sér hérna fram með þess að það var með herbyggi. Já, ok. Ég heyrðu þú að sko með, Sælvinnur, ég heyrðu þú að sko með crazy bastard. Ég ætla ánægði með þið. Crazy bastard með sveppa? Já, ég var nota með honum líka. Það er býtur rólu. Á ég að ringi vælubílinn eða? Nei, hvað? Á ég að ringja í vælubílinn? Ég var bara að segja. Já, ég var bara að segja að ég hef verið með honum. Já, þannig að þú ert komin og þvag heilinn og frómashausinn Björn Kræ er ekki í dag. Nei, Bjössi er góður strákur, verður ekki að þessu, en hann er ekki það. Hann er alltaf ungur, hann veit ekki neitt. Nei, ok. Hann er bara hvað, 28, 9 ára eða hvað hann er? Já, það er ungt. Hann veit ekki neitt. Finnst þið það ungt? Eleg. Já, herru, þú ert í stuðið, maður. Ég var að með eitt kaldan. Varstu? Var að opna eitt. Ég kalla þetta afmeðan þegar ég opna nýjan. Já, skemmtilegt. Eleg. Skemmtilegt. Og okkur er verið að hendi sér einu kvöldöfu? Hvað er framöndan? Ég er á leiðinni í bústað. Já. Húsið klárt, potturinn klár, eina sem vantar er fleiri hænur. Já. Kannski að þú reddir því? Nei, áhugið 0. Áhugið 0 á því. Áhugið 0 á því? Fílar ekki hænur? Ertu ekki búin að vera feskur eða? Jú, ég er bara góður. Ég sitt bara hérna heima á mínum Auðun Blöndal. Situr á þínum Auðun Blöndal? Kallar raskatið á mér Auðun Blöndal. Nei. Það er sköllótt með smáa hárum. Hvað brjál? Það grínast í þér þetta. Þú veist að ég segi alltaf við vinið mín að þú sitt einn af 5 mestu meisturum á Íslandi. Nú, glæsilegt, gaman að heyra. Frændi minn þolið þig ekki. Já, hvað er það? Ég sagði við hann heilengi að þú er einn mesti meistari á landinu. Já, ok. Ekki, þú veist, sveppameistari. Nei. Ekki það mikill meistari. Nei. En þú ert samt, ég myndi segja að þú væri svona í, kannski ekki topp 5. Já, ok. En topp 20. Já, vá. Þú ert það mikill meistari. Voðalegt stökk tók ég hann allt í nú. Topp 5 yfir í topp 20, já. Þú veist, ég er svona erfitt að setja í seti. Já, kallinn að koma frá Evrópu, varst ekki í Amsterdam? Var í Amsterdam? Nei, ég má ekki segja hvert fór. Ok, ég og bróður hans pappa var í Amsterdam í fyrra. Og með hann auðmann heim. Já. Nei, mitt frábært. Hvað? Já. Ég veit að ég er líkið aldrei góður með mitt dagi.
Nei, já, hvað? Magic Stick og allt. Já. Þessi gælla sem ég var með, hún lappaði upp á mér daginn og þóttur eitthvað reið og eitthvað sagði bara, heyrðu, að fara í doggi með þér bara eins og að fá sér Pringles. Nú? Ég bara, byrju, hvað dónaskapur það er? Það er ekki bara eitthvað heldur smakk. Það sagði hún. Jú, en einu sinni smakkar, þú getur ekki hægt. Já. Sagði hún. Já, skemmtilegt. En keyptirðu handa mér Síkó og fílakannu? Nei, ég bara steinglendi því maður. Ég var að tekja gegna ferðalagi, bara steinglendi. Sorry, kallinn. Ertu mókur þetta? Slakaðu maður. Ég baði að gera eitt hlut fyrir mig. Ég mæti með grín frítt alla daga og... Ég var að lenda eftir tekja gegna... Ertu algjör mókur þetta? Herðu Brjátt, ég var að lenda eftir tekja gegna ferðalagi og mátti bara ekkert vera að þessu. Tjúfulli langar mig að taka þetta stella á þér. Og þú veist að mér finnst þú að vera algjör meistar og allt það. Já. Þú ert búin að lofa þess. Langar að taka þetta stella á mér og... Hvað er það? Ég veit að ég á ekki... Ég myndi aldrei berja þig. Þú veist það alveg. Ok, gott. Síðasti maður sem myndi berja. Já. Þú veist það alveg. Já, gott að heyra. En ég heyra... Alltaf, ég get sagt það ef þú lendur ekki stíðan í vandræðum. Það getur alltaf bjallaði mig. Já, frábært. Ég heyra út feskur, það er gaman að heyra. Ég á einhvern skrítin háttári fann að sakna þeim, Brjátt, ég veit ekki hérna. Já, en var ekki Sveppi þess? Jú, Sveppi fóru örugglega kostum. Ég var náttúrulega með Steinda Junior í liði og Sveppi og Pétur voru saman, en ég sá ekkert hvað hann var að gera. Sveppi, já, Steindi, hann er hundleilur. Nei, Sveppi er náttúrulega algjör meistari. Ég veit, Brjátt. Hann er alveg hættur að fara í völdslags, ég er ofta að bíða eftir honum. Brjátt, ég veit ekki hvað þú ert búin að segja mér ofta Sveppi sem meistari, ég er alveg búin að ná því, sko. Já, ég veit að, en þessu skrítið fyrir mig að því að hann og frændur minn eru vinir. Og þá er það svo skrítið fyrir mig að hann sé búin að vera svona frægur. Já, einmitt, þú ert búin að þekkja hann svo lengi, hann Sveppa. Já, ég hringdi hann daginn og hann sagði með pest, ég sagði, hvað, Búdapest? Skemmtilegt, hann var í Evrópu. Já, akkurat, ég er að spája að kveðja þig bara, Brjánsi, og ætlar að gera, á að fá sér helgina, ætlar að gera eitthvað? Ég var af með einn, ég var að segja það. En já, ég er að skemmta sem sagt á, árshátíð Landsbankans. Nú, ertu ekki að fara upp í bústað? Jú, en ég er líka skemmt á, árshátíð Landsbankans. Ég er enda að þekkja einn á Landsbankanum og það er engin árshátíð þar. Jú, það er sko deild innan Landsbankan sem heitir peningadeildin, sem er svona, geymir alla peninga og allt svoleiðis. Ég er að skemmta þar að vera með bórat eftir mér. Ertu að ljúga svo, Brjátt? Nei, hann heitir Jónas sem er hringt í mig og réði mig. Já. Hann múin að heyra þarna bórat-prógram mitt. Já, glæslegt, ok. You have a lot of money, can I have? Já, ég Svo tek ég alltaf fólk upp á svið, eitthvað svona. Já. Eitthvað. Já, frábært, það verður gaman hjá Landsbankanum, helgina. Ég beði að heilsa það, Brjánsi. Hommi segir ha. Ha? Ég sagði hommi segir ha og þú segir ha. Já, frábært. Herðu, það leitir á þetta, ég tjekka það, Brjátt. Farðu varlega helgina. Þú ert einn af 20 mestu meisturum landsins. Það er gaman að heyra. Farðu varlega upp í bústað og... Bye. Nei, djók. Bye. Bye. 95 blöð með ykkur FM 957 B.O.B. með lagið Airplanes og Brjátt Breki, hann var í stuði sem fyrr. Ég er svona einhvern veginn, ég saknaði hans en svo eftir svona 5 mínútur að spjalla það, þá bara það maður að skella hann. Hann er svona nettur svorakjæftur á hann maður inn á milli. En mikill snillingur, við Hjöppi verðum með ykkur hérna til 6 í dag og það styttist í pepp-hóttni hjá okkur. Við erum alltaf saman á föstudögum og þá peppuðu liði, Hjöppi, við erum ekki alltaf að töða. Jó, nei, við nefnum ekki töða. En töðhóttni er á 50 þannig að við ætlum að peppa eitthvað, þannig að nú megum við fara að hugsa hvað get ég peppað á eftir í pepp-hóttinu á strákunum. En vinsælasta fréttin á diva.is og frétt sem er út allt Facebook núna, það er mynd af konu framan á Time þar sem að sonur hennar sem er 5 ára er að fá sér mjólk. Það er ennþá á brjósti og þetta er ekki vinsælt hjá flestum sem er að kommenta á þetta og er ég eiginlega sammála því við höfum nú rætt þetta áður að brjóst, þá ekki var æskuminning hjá það að vera brjósti, allavega man ég ekki eftir því þegar ég var á tóttunni á móðum minni en ég man eins og vel eftir því þegar ég var 5 ára. Hjörvar, hvað finnst þér þetta? Er þetta konan? Þetta er myndin, já. Já, og hún er reyndar alveg vel huguleg kona. Nei, þetta sko... Er ekki Þetta er ekki tún. Hún ættleiddi Samuel, 5 ára son sinn frá fjölskyldu í Eþíópíu
Já, ok, þá er þetta bara eitthvað... Þetta bara eitthvað sviðsett mynd, sko. Sviðsett mynd út af þessu, nú, já. Þetta gæti ekki verið svo sem að... Nei, það var eitthvað skrítið. Já, þetta En byrju, af hverju getur ekki Samuel verið hvítur, eða? Frá Kenyu? Frá Eþíópíu? Frá Eþíópíu? Já. Nei, ok. Það eru svona, þá eru líkundur á því eru svona rengar. Nei, ég skilji, ok, þá er þetta sviðsett mynd. En er þetta ekki bara geðvikið að þetta í gangi, eða? Svona á þess að... Já, ég svo sem skipti mér ekki að þessu, þetta er ekki... Nei, það er margir að pósta þessu bara og... Ég ætlaði eitthvað að ræða þetta við. Jó, ég meina, við sko 5 ára krakkar eru stórir. Já, þú sérðu það þarna, þetta er 5 ára krakki sem að... Já. Þessi sem svona, já, þessi kannski meira 8 ára en hérna... Ég man vel eftir mér að vera 5 ára. Já, ég er að segja það. Bjó í Iðufelli 6 og var að byrja að ræfa fótbolta með Leikni. Þannig að ég spáði það, ég var að æfa fótbolta með Leikni. Kannski þá að malavöllur hann í Breiðholtinu. Maður hljópa malavöllin, svo bara deyjuð þorst eftir æfingu að fara heim og sjúga dútun á móður sinna. Þetta er ekki rétt einhvern veginn. Þetta er rosalega rátt. Ég biðst afsökunar ef það er einhverja mæður að núti sem eru með 5 ára krakkar sína á brjósti ennþá. Þetta er ekki eftir nú Íslandi, eða? Er það? Ég held ekki. Það er rosalega svona kunst að venja börn af brjósti. Já. Það tekur smá tíma. Já. En ég held að... Þá ert að hitta svona pela og þannig. Já, hvað er maður, sko, nú þú átt barn og sko, þetta er hamingið með það. Hvað er maður gamall þegar maður hættir að brjósti? Er þetta ekki eins ás eða hvað? Það er mjög gamall þá eða? Kannski þurfum við að fá hjálp frá kvenfólkinu? Þetta var fyrir hrun sem að þetta gerist. Nei, hérna, maður sjá. Var það fyrir hrun sem að strákurinn hættir að brjósti? Nei, er þetta ekki í kringum svona 10 mánaða, 9 mánaða? Já. 8 mánaða, Ok, þannig að eins ás er það og þá ertu kannski ennþá svolítið... Eins ás lítur að sleppa, allavega 5 ára er... Mér er alveg sama hvað fólk segir, 5 ára þá er... 5 ára rátt, sko, ég held að eins ás sé, þú veist, ég held að þið getur alveg mikið, sko, eins ás að vera ennþá á brjósti. Ok, bara svona rétt árið fyrir mér þetta stutt skilaboð, ef það er einhver móðir að hlusta eða bara kvenmaður sem hefur eitthvað að vita á þessu, svona áður verðum okkur til skammarinn, auðvitað áttu að vita þetta úr faðir. Já, hei, en þetta er svo langt síðan. F9 fyrir blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætla bara að benda á að þetta krakkin er ekki nema 3 ára. Ég er ekkert að segja að það sé mikið skárra en það er samt mun skárra en 5 ára. Nei, sko, hann er með 3 og 5 ára syni sína á brjósti, er fyrirsögnin á fréttinni. 2 barna móðir er ennþá með syni sína 2 á brjósti en þeir eru 3 og 5 ára gamlir. Þannig að þú ert... Já, ok, ég var bara búin að sjá þetta á netinu að það væri 3 ára, sko. Já, ok, hún er líka með 5 ára. Já, ok. En ert þú móðir eða? Nei, ég er nú reyndar ekki móðir en ég á alveg vinkonur sem eru mæður. Já, ok, út svona í sama pakk og ég. Og eru þær með 5 ára börn á brjóstið, eða? Það eru nú ekki 5 ára börn, sko, en þú veist, mér finnst þetta allt í lagi upp í 1 ás, sko, ég sé ekkert aðtöðvert í það, svo sem. Nei, við vorum eftir að 1 ás, en er eðlilegt eins og Hjöppi var að segja, er þetta svona 8-9 mánuðir, eða? Já, ég myndi segja það. Ok, Það er svona bara allur gangur á því, sko. Þannig að 5 ára þá ertu í ruglinu. Já, ég sammála því. Takk hjá fyrir það. Já, takk. Hann fengur það staðfest að þetta var samt ekki en brjálaðar innsættir, sko, þetta var ekki eins og... Nei, það er glóa hérna allar línur. Ég var til að heyri hérna móðir. Það er einn stelpa sem er jafnvel okkur, svona 8 börn. Ok, F9 fyrir blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Er þú qualified mamma, eða? Já. Ok. Ég á alveg einn. En hérna, já, ég held að konur megi teljast heppnar ef það ná að vera með börnin sinna brjósti í hálft árs. Ok. En hún hérna undan, hún var náttúrulega að segja að ár væri alveg í lagi, það sleppur það ekki? Jú, og svo finnst, þú veist, svo allt frammiðu það er náttúrulega bara plús, skilur, og er bara flott. En svo er talað um það og reynir að venja barnið þetta af brjósti fyrir ársald, Já, ok, en eins og ef þú ert með barn á brjósti 2 ára og nú ert þú móðir sjálf og það væri einhver enn í kringu þig, myndur þú líta á svona hotnauga á hana? Já. Ok, þannig að 5 ára þá er allt í rugli. Ef að barnið þetta fara að geta beðið þetta sjálf, þá... Já, ok. En sko, lítil börn eru nú alveg það lítil að þau átta sig alveg og íta eitthvað svona að... Ég meina, ok, þú veist, minn hætti á brjósti, sko, ég var með hann í 3 mánuði á brjósti. Já, ok. Hann er samt að pæla í þessu og skoða þetta og finnst þetta óskup merkilegt. Hún tók þetta bara 1 sumar á þetta? Já. Ok. Herru, takk kærlega fyrir þetta. Það var gaman að heyra í ungri móðir hérna og takk fyrir að hlusta. Þetta var, já, svona smá mömmuhotni. Þetta var forvitnilegt. Þetta svona væntalega ekki margir sem tjúnu inn sem byggust til þessu. Nei, þetta sýnir fáfræði mín að þú átti nú aðeins að vera með þetta betur. Ég var ekki alveg með þetta. Jó, það var í kringum mig á. Ég er kannið þetta allt saman. Það ætti að rífa kjaft. Örstins Killabóðs var að pepphotnið og lagið á leiðinni heim og fleira. FM 957 kynnir Helgin 5. til 8. júlí 2012
Gaddstaðaflatir við Hellu. Miðasala er hafin á bestaútihátíðin.is. Vertu með í Gottkort-leiknum. Það eina sem þú þarft að gera er að nota Gottkort 5 sinnum eða oftar fyrir 15. maí. Þú gætir unnið iPad, iPhone, iPod eða bíómiða. Kreditkort. Vísindamenn okkar hjá Shell eru óþreytandi í vinnu sinni við að auka enn frekar afköst og endingu vélarinnar. Njóttu árangurs þeirra með Shell V-Power. Orkulykillinn er dálítið eins og samkomuhúsið í myndinni með allt á hreinu. Alveg ótrúlegt að svona lítill lykill rúmi allt þetta. Orkan. Ég er búin að nota þetta í bíó, ég er búin að nota þetta í Dominos til að panta pítsu. Þegar ég nenni ekki að elda, þá er gett gott að bara já, herðu, ég á aukakrónur. Faktist er ég ekkert að borga fyrir þessa pítsu. Ég heiti Eva Björk og ég er að læra húsgagnsmíði og ég nota aukakrónur. Túborg Gillir, Prins Pólo á bara 11 í kvöld. Túborg og bara 11, verði ykkur að góð. 5 ára gömul verð á Wilsons. 16 tomma með 2 áleggjum á aðeins 1290 krónur. Wilsons pizza, sími 581 1515. Fáðu smá pening. Svona. Hraðpeningar.is. Brakandi, seiðandi, tælandi, löðrandi, eggjandi, fagnandi, töfrandi, stökkur, mjúkur, sætur, sterkur, ferskur, nýr, unaðslegur, yndislegur, frábær og skemmtilegur. Eruð þið svöng? Tjekkið á nýjum Doritos Singer Twister hjá KFC. KFC, svo gott. The Killing, magnaður spennuþáttur, byggður á dönsku þáttaröðinni Fó Bríðarsen. Hver myrti Rósi Larsen? Sagan heldur áfram. The Killing hefst á sunnudag, klukkan 21:55. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2, skemmtilegri. Viltu ná árangri? Háskólinn í Reykjavík er leiðandi háskóli á sviði tölvunarfræði, viðskiptafræði, lögfræði og tækni og verkfræði. Í HR getur skiptinám við marga af bestu háskólum heims verið hluti af þínu námi. Kynntu þér nám við framsækinn alþjóðlegan háskóla sem hjálpa þér að ná markmiðum þínum. Háskólinn í Reykjavík. Tökum vel á móti litlu lömbunum og 18 milljónum í lottóinu. Lottopotturinn stefnir í 18 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Netvarinn fylgir ljósneti Símans og hjálpa þér að passa upp á smáfólkið þegar það er á fleygiferð á háhraðanetinu. Ljósnet Símans. Kraftmeiri tenging fyrir íslenskar fjölskyldur. Frequency Vá. Berlín, Köln, Stuttgart, Zürich og Basel á Vá-verði. Vá er. Kæru OP-lykilhafar, hér er áríðandi tilkynning frá Óttari Bendir. Í dag fáið þið 7 króna afslátt af lítranum hjá OP og Ólís með OP-lyklinum og 2-falda vildapunta Icelandair. Afsláttur allan hringinn með OP-lyklinum. Opið til 1 í nótt. Ísbúðin Garðabæ og Háaleitisbraut. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Dance Again með Jennifer Lopez og Pitbull hér í FM 95 Blö. Á FM 957, það er föstudagur í okkur strákunum. Enda er föstudagur og já, þetta er spekið dagsins. Við erum með okkur innan til 6 við Hjöppi og alltaf þegar við erum á 15. að þá förum við í dagskrárlið sem heitir Töðhornið. En það gerum við eins og það er ekki þegar það er föstudagur. Já. Og þá förum við í eitthvað sem heitir Pepphornið og þá ringir fólk inn í 511-0957 og bara þeir sem eruð í góðu skapi og peppið eitthvað, pepp eitthvað upp eða rósa. Og til dæmis ætla ég að peppa Gus Gus og NASA, það er bæði kvöld og annað kvöld og það er alveg að loka NASA. Þannig að nú fyrir hver að vera síðastur að sjá bæði þessa stórkostlu hljómsveit á þessum stað og bara koma inn á þann stað. Já, þeir meður og eiga það að liða á NASA, það kann að plugga þetta. Þetta er efsta fréttir á vísi.is, vinsasta vef á landinu. Já, enda Inga á NASA snillingur. Já. En hann ég hvet alltaf til að kíkja á NASA í kvöld en við ætlum eins og að opna fyrir síman og já, nú erum að gera að ringja og pepp eitthvað og ég býð þig hér velkomin í Pepphornið. Já, ég verði til í gott pepp. Já, takk fyrir það. Hvað segir þú gott? Herðu, bara allt rosalega gott, sko. Það ekki? Jú. Gott að heyra. Hvað viltu peppa? Hvað heitir þú? Ég heiti Inga. Inga, já. Herðu, mér langar að peppa skagastrákara sem unnu KR-inga í gærkvöldi. Já, varstu á leiknum?
Já, takk fyrir það. Það var bara glæsilegur sigur. Fórstu á leikinn? Já. Já. Ertu skagakona? Já, ég skagakona. Já. Hvernig að búa á Skagan? Það bara rosalega fínt, sko. Peppaði það? Já, peppaði Skagan. Já. Hvernig, þú veist, eftir að Sementi og Akraborgin fóru, þetta ekki svolítið svona orðið róleira? Jú, eða svona, jú. Flúði mannskapurinn? Það ekki fleiri núna, þau er alltaf fjölga á Skagan. Ég enda að fíla Skagan. Skaginn mér gaman að fara hann á danska dag og eitthvað. Ekki steiftar, nei, danski dag, það hérna... Já, það íski dagar, danski dagar og stíksumni. K.O. Ég meinti íska dagar. Já, heldur ég muni hvaða þjóð þetta þegar ég fullur hana. En hérna, já, við óskum bara í það til hamingju með sigurinn. Já. Og takk fyrir gott pepp. Já, mjög gott. Áfram Skaginn, ok. Áfram Skaginn. Góða helgi. Já, sömuleiðis. Já. Herri, ég vil líka peppa Val. Þeir eru unnu gæð líka, konum með 6 stig. Mínir menn á topnum með gáðan. F95 blöð og velkomin í peppotni. Hvað ætlað þú að peppa? Herri, ég ætla að peppa Lægir. Voru að lækja útverfinu? Hvað segir þú? Það er að peppa lægið að náðan? Herri, það er allt í rugli þarna. Við erum að detta þarna út. Velkomin í peppotnið, kæri hlustandi. Hvað ætlað þú að peppa? Herðu, Ödmund. Já. Ég kannski hjá því að heyra að þið voru að tala brjóstunargáðan. Já, ert þú að brjósti það? Það endur ekki. En þá kom dálítið hugd þetta með gaurinn í Little Britain. Já. Bitti. Já. 35 ára gammal kjallega á brjósti og mammisni. Já, nákvæmlega. Ertu að peppa hann eða? Þegar nú erum við í peppotninu? Já, nei. Hvað viltu samt peppa svona eldsnótt? Fyrst þú ert komin í það. Hverjum ætlar að hrósa? Hverjum ætlaði að rósa? Bara ég rósa ykkur, þið er snillingar bara tveir. Þarna þekk ég greina toppmaður, þú veist að vinna einn stóran punkt þarna. Herru, takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, Unnur. Ok, bye. Þetta er erfitt að toppa þetta pepp. Herru, já, velkomin í peppotnið. Hvernig ætlað þú að peppa í dag? Herru, ég hef nokkað að peppa hana strákana. Hana Jón Stóra og Ævar sem voru með hana kvikmyndagagnrýnina Svartur á leik í Grapevine. Ok. Og stannað með það? Sérstaklega hana gagnrýnina á Egil. Já, hvað var það? Kjötaður Páll Óskar. Já, það fyndið. Þú varst ánægð með það komment? Já, svolítið, þetta að hlæja þessu. Já, mjög fyndið, ég er sammála því. Þannig að þeir fá þitt pepp þennan föstudaginn? Þannig að Grapevine og þeir fá þitt pepp? Já. Ok, klassík. Herru, glæsilegt. Takk hérlega fyrir það, Unnur. Herru, við ætlum að gefa 3 pepp í viðbót og fá smá hræsleika föstudagur og það er komið að þér að peppa. Hvernig ætlar að peppa? Herru, ég vil peppa Keflingen fyrir að vinna kjúklingaskítin í Grindavík. Ok, 4-0 eða ekki? 4-0. Og Lemon Herb sósuna á hananum. Og? Lemon Herb sósuna á hananum? Já. Öfgagóð. Öfgagóð, þetta er ekta Keflingur hérna. Já, ég er ánægður með þetta peppja þér. Einar orð er ekta Keflingur, ég vil fá útskýring á því. Já, það er oflaung útskýring en horfðu bara á gæðin, gæðin er bara svona ekta Keflingur. Já, ég er ánægður með því. En það er rós. Það er rós sko, það er rós. Það er gott ára Keflavík. Gott ára Keflavík. Takk fyrir þetta, kallið minn. Takk. Ok, sko, eitt hérna svona... Hver er uppáhalds Keflingunni þinn? Ég veit það ekki. Rúna Júl? Já, ætlaði ekki verið hann. Jú, hann var... Náttúrulega kongurinn. En það er líka hérna... Svona áður ég tek síðustu 2 pepp-dagsins að því að hann var að tala um að þeirra unni 4-0. Ég held ég myndi frekar ángríns vilja... Ég myndi frekar vilja láta taka að mér 3 táneglu heldur að mæta á æfingu hjá Gauja Þórðar í kvöld. Það er ekki mikil stemming á þeirra æfingu. Tökum síðustu 2 hérna. Hverju ætlað þú að peppa? Herru, ég ætla að vera sammála honum að peppa helviti Keflinguna, sko. Já, helvitis, það er ekkert annað. Þú ert reynilega beint af suðunni svo. Já. Saknar ekkert kanans? Nei. Ég þekki, hvað það var ekki alltaf gott að kikið í bæinn og fá einhverja kanan í heimsón? Ég var svo ung, sko. Já, ok. Manst ekkert eftir þessu? Það var vist algjör veistla að hafa á þetta. Já, ég hef heyrt að því, sko. En er mikill rígur á milli Keflavíkur og Grindavíkur? Eða er þetta bara svona allir vinir og high five? Þetta er gamall rígur, sko. Gamall rígur, ok. En hefur þetta ventar ekkert breyst? Sængerðingarnir eru ennþá kongarnir á Suðurnesjum? Án efa. Það er eina sem breytist ekki á... Það er Sængerðin nr. 1, Garðurinn nr. 2, Njarðvík 3... Sandgerðin nr. 1, Keflavík nr. 2 og svo er Njarðvík nr. 3 og Garðurinn er nr. 4. Já, og svo Grindavík. Já, og svo Grindavík. En Hafnir? Nei, hvað heitir þetta? Hafnir til er eitthvað starfna inn á milli. Og svo náttúrulega Vogarnir alltaf glerharðir, en þeir eru svona sem ég bara í vallakörun í Hafnarfirði. Já, basically. Ok. Herru, takk fyrir gott pepp og til hamingju með sigurinn í gær. Takk. Það er komið að síðasta peppi dagsins. Ég ætla að vona við hittum á einhvern þræl ressan hérna. Velkomin í pepp dagsins. Þú átt síðasta peppið. Hvað ætlar að peppa? Góðan daginn. Góðan daginn, maður.
Herru, hvað segirðu? Herru, bara svona ferskur maður, eða þú ert að tala um mig. Hjöpp líka ferskur. Já, blessaður. Herru, þannig að ég ætla að peppa Ía. Ía, já. Þetta svolítið fótboltapeppi okkur í dag. Já, ég hafnfirðingur. Ég stið minna Ía, menn. Já, ok. Þetta hafnfirðingur en stiður Ía? Já, kallinn. Já, ok. Það er sérstætt. Ekki F á eða Hauka það? Nei, herru, ég get ekki aldrei með þeim, ég bara geta það ekki. Nei? Ég er Haukamaður, fyrst er ekki sérstakir í fyrstdeildinni. Þó að síðast koma sterkir inn í ár, þá ég veit ekki. Ég bara held að ég eigi eftir að taka Íslandsmeistaratitilinn í ár. Næja, þú er ránað með það, enda harður Ía maður. Herru. Takk hjá rétt önnur. Löf. Þetta var peppotnið að þessu sinni, menn voru svolítið í fótboltan hér. Já, kannski ég tek eitthvað svona ófótbolta, nei, eða hvað. Já, er ekki peppotnið búið? Er ekki komið gott? Ef við ekki fá bara frikka Dór hérna að eilífu og svo styttist í lagi á leiðinni heim og svo ætlum við að gefa ykkur góð ráð fyrir mæðradaginn sem er einmitt á sunnudaginn. En gefum frikka orðið. 9-5 blöð hér á FM 957, það styttist í lagið á leiðinni heim og fleira. En Hjörvar, ég veit ekki, náttúrulega ég var að segja ráðan frá fréttalda með konuna sem var með 35 ára krakka á brjósti og fréttir, svona heimfréttirnar eru núna einhvern veginn allar á þessari síðu því að í með aðra fréttirnar núna þá að vera að handtaka konu, 34 ára gamla konu frá Houston og á hún von á einhverjum dómi þar sem að hún var að biðja dætur sínar sem er önnur 11 ára og hinn er 8 ára þær voru að taka nektarmyndir af henni Af mömmunni? Af mömmunni Einn 8 ára og einn 11 ára og móðurinn var að fá þessar systur til þess að taka myndir af sig þar sem hún var nakin og hún var svo að senda kærastanum sínum mynd á Facebook og þetta er svona ég veit ekki hvað er að fjallum Hver var að taka myndir af hverju, segir þú? Það er 34 ára gömul móðir í Houston, Texas og hún á 2 börn einn stelpannar er 9 ára og hinn er 11 ára og hún var að biðja þær að taka myndir af sig þar sem hún var allsber til þess að senda kærastanum Já, hún var að biðja það, ok og þær voru að taka myndir af henni og senda svo, þetta er eiginlega brókst En hvernig frétti síðan þetta? Af því að þær, þessi 11 ára, sagði vinkonu sínum frá þessu í skólanum og kennarinn komst að því og hringdi á lögregluna. Ok, það er þetta gott að heyra. Þetta er fallegt, þetta er svolítið svona eitthvað... Já, þetta er svona hjólísafílingur yfir þessu? Já, það kennir ekkert óvart að sé að þetta færa heimilegir á svona milli staða. Ég nenni ekki eins og að ræða þetta, tölum með eitthvað annað, ég veit ekki okkur ég tók þess að fréttu upp, fílingu viðbjöðum. Best afsökun á þessu, kæru hlustendur, ætlum ekki að ræða þessa frétt neitt meir. Ég held að vera kannski að vera með eitthvað fyndið vinkil á þessu en þetta er bara ógeðslegt á allan hátt. Nei, það er frekar erfitt sko. Já, ég veit það. Ég veit ekki hvað er að hugsa þegar ég brenta þetta út hér í hátinu nýkomin. Heyri, það var allt vitlaust í vikunum út af, það var einhver blokkari sem var ekki nú sáttuðu Subway. Sástu það? Nei. Hvernig er ekki þetta að sáttuðu Subway? Einhver sko skyndibittalhungur sem blokkarum skyndibita. Já. Og hann er mjög skemmtilegur strákur. Ok. Hann svona tekur þessu mjög alvarlega. En akkur var hann óánægður með Subway? Já, hann bara segir að brauðið sé mjölkennt, þurrt og líflaust. Örbylgi fíasko, þannig að það er eitt stór brandari. Kjúklingurinn er örbylgi hitt, hann er bara glerharður þessi guður sko. Já, hann reynda talar af ástríðu. Hann talar mikill ástríðu skyndibita og er kannski stundum frekar neikvæður en þetta allavega kerði marga Íslendinga mjög reiða. Já, Íslendingar, þeim þykir vænt Subway sko. Já, ég meina, þú veist, Subway er það sem að lætu kannski Hamraborgina tikka oft á tíðum. Það er oft röð langt út á götu. Þú ert mjög ánægður með Hamraborgina. Já, bara gaman að hafa Subway þarna inni, sko. Þetta er býsna skemmtilegur strákur. Þú veist að Íslendingar er heimsmet í öllu sem tekir Subway og Dominos, vissir það? Já, veistu hvað, mér er svolítið fyndið að hann, hvað heitir hann á skjáinu? Sölvi? Já. Hann er alltaf að taka upp eitthvað svona, hann er svona gæði sem hleypur alltaf með vindi. Hann finnur sér alltaf eitthvað svona sem að er svona vinsælt að hamra á. Núna er hann eitthvað að tala útlitsstýrkun og eitthvað væli við því að fólk sé að keppi fitness og eitthvað svoleiðis. Er það ekki ánægður með Sölvan eða? Jó, já, hann er bara fer alltaf í einhver svona málefni sem hann veit að er ekkert umdeilt. Hann veit að, þú veist, það er allir með honum í liði, sko. Já, ok. Og en hvernig má það vera að það sé vera að deila það við sem haldin útlitsstýrkun þegar við erum eiginlega feitastu þjóðið í heimi? Já, við vorum ekki öðru eða þriðja sæti. Og reyndar erum við bara í öðru eða þriðja sæti, en við þurfum að koma okkur á toppinn þar. Nei, það er að segja það. Þeir eru með svona liðin svo Rikka G sem að eru ansi sem situr hérna, hann er ekki að hjálpa þessu. Hann er ekki að hjálpa okkur, en þú veist, við erum allar með útlitsstýrkun ef við erum með svona erum eitt feitasta þjóð
Já, það kannski bara þessi prósenta sem en það ekki bara jákvæmt að fólk sé að hoppa sér í ræktina og meðan að tapa sér ekki í þessu? Jú, en það er allan að vera eitthvað töði við því að fólk sé að keppi í einhverju svona dóti. Já, þetta náttúrulega svona eins og núna bara, þetta eins og fegurðarkeppni, þetta fitness. Þetta ekkert lengur, sko, það sem ég sakna pínu, þá þegar maður sá Ívar Guðmunds og Arna Grant í Laugardalshöllinni að sveifla sér á milli stanga og þurfa að keppa þess. Ekki bara að hætta að éta og sko, fara í eitthvað kakómalt og henda sér upp á svið. Það ekkert fitnesskeppni. Þetta bara fegurðarkeppni. Veistu hvernig maður nær svona góð? Ég að vera reiður. Hvernig verður maður svona dökkbrún? Þetta eitthvað kakómalt sem henda á sig. Eitthvað svona spray tan, spurði Egilvindin. Er trixið ekki að taka nú marga 2 turbotíma í ljósum með það? Nei, fjandinn eða það. Ég veit það ekki. Nei, ég þekki þetta ekki. Rikki þekki þetta kannski. Þekkir ég að keppi fitness, jú, sér það nú brá Rikki ekki. Hann að keppi fitness. Hann reyndar að tóti brúti framan. Já, Rikki, hann að golfa núna. Mikið. En við ætlum að fara hérna í örstuð skilaboð og svo lægja og leiðina heim. FM 957, Hringtorg og Tromp kynna. Hlustendavelun FM 957 2012 í Hörpu, laugardagskvöldið 2. júní. Miðasala hefst mánudaginn 14. maí á dílar.is. Hlustendavelun FM 957, Hringtorg og Tromp. Tromp í nýjum umbúðum. Trompaðu daginn, fáðu þér Tromp. Njóttu þess að vera til. Þú hefur þetta allt í hendi þér. Kortið og Hringtorg. Það happy hour á Hamborgarafabrikunni í kvöld frá klukkan 10 til 12. Það gleðin á góðu verði. Við skutlum í bæinn. Hamborgarafabrikan. Europa Corp kynir spennumyndina Lockout. Mr. President, there's been a takeover on Space Prison MS-1. Frá Luc Besson sem farðu okkur Taken kemur hörkumynd með Guy Pearce í aðalhlutverki. We crashed this prison. It's falling out of the sky. Lockout, sýnd í Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Fyrsti vinningur í getrunum komin yfir 120 milljónir. 1x2 við tippum. Prólokadjam á English Pub í boði Somersby. Lifandi tónlist, frábær stemning og Somersby á tilboði alla helgina. Láttu sjá þig á English Pub Reykjavík og Hafnarfirði. Hefurðu smakkað? Viltu ná árangri? Háskólinn í Reykjavík leiðandi háskóli á sviði tölvunarfræði, viðskiptafræði, lögfræði og tækni og verkfræði. Í HR getur skiptinám við marga af bestu háskólum heims verið hluti af þínu námi. Kynntu þér nám við framsækinn alþjóðlegan háskóla sem hjálpa þér að ná markmiðum þínum. Háskólinn í Reykjavík. Corona Mexico Mai á Resso. Gunni Óla og band spila fram á nótt. Corona og tequila á barnum. Sjáumst á Resso í kvöld. Hjólaðu í milljónirnar. Lottopotturinn stefnir í 18 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Þýskibarinn, 19. maí, Jet Black Joe og allir með Finlandia í hendi. Sjá nánar á þýski.is. 12 ára bið á enda. Diablo 3 lendir klukkan 22 á mánudaginn í BT Skeifunni og Akureyri. Mætt á kvöldopnun okkar á mánudaginn klukkan 22 í Skeifunni og á Akureyri og tryggðu þér eintak af Diablo 3, einhverjum stærsta leik ársins. BT. Fimm í fötu á Celtic Cross og þú getur átt möguleika að komast frítt með Becks á Rockin Park í Þýskalandi. Celtic Cross og Becks. Léttur. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það eftir þér. Lakkerón og þú týnist í kynslóðum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like. Be a Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright. Hjörvar Hafliða, ég ekki hissa. Þetta ansi líkti en þetta hins vegar Justin Bieber. Það JB í stæðan fyrir JT hér á FM 957 og Rikki G var nú að segja okkur strákanum að
að Justin Bieber hefði verið að gefa kærastunni sinni einhverja sumagjöf og það var bara hús. Já, það fari. Þægilegt eitt svona, kærasta. Ekki miskilja mig. Ég að tala að það gaman fyrir unga stúlku eins og hana að eiga svona kærasta sem að kaupir handa sér hús. Ég hefði engan áhuga að hafa Justin Bieber sem kærasta minn. Svo það sé á hreinu. Alveg viss. Alveg pottþéttur. Sveimi þá þó að myndi gefa mér hús. Hann er samt hérna... Er þetta að gefa mér meira það? Hann er alltaf að vera svalur. Hann var hérna, gekk inn í hringinn með Floyd Mayweather á laugardaginn. Já, ég að segja, Bieberinn, hann að vaxa álitið á mér og tónlistina segir ekki lengur þannig að maður, vill æla eða missa saur þegar maður heyrir hann og þetta er allt einhvern veginn á uppleið hjá stráknum finnst mér. Hann er bara að vera nettur töffari. En hvernig er helgin hjá Kámanunum? Nú spyr ég. Hvað á að gera? Það er náttúrulega bara eitt stórt partí eins og alltaf. Það er bara þannig. Og þannig að bara hendi fram grillinu núna bara eftir 10 mínútur og ferða hendi... Nei, ég veit það ekki. Það er sunnudagsmessa það? Nei, það er ekki fyrir á mánudaginn. Já, ok. Allir leikinu náttúrulega á sunnudaginn. Já, við náum ekki vera með þetta fyrir á mánudegi. Nú ert í frí á sunnudaginn? Já. Það er að kíkja á Guðskus, þau eru bæði kvöldu á morgun? Ég fara að veit ekki, ég er engin huge fan sko. Nei. Nokkuð fín lög sko. Já, ég er samt sko málegur, ég held ég hef aldrei farið á tónleika með þeim. Það var ekki að tekka á sig. Það er einhvern veginn allir, ég veit ekki, annarkvort eru þau ógeðslega góð eða það er bara svona viðbjóðslega töff að segjast fíla þau. Það er náttúrulega partur af þessu sko. Þetta er alltaf svona langt intro sko. Hefur farið á svona teknotónleika? Nei, ég er lítið í þessu sko. Er ekki sungið? Jú, þau syngja alveg. Jú, svo byrjar lagið, en það byrjar ekki svona eins og í radio version sem þú hlustar á, af því að þú ert ekki svona teknogæði. Nei. Það byrjar alltaf lag sko, leið. Já. En þú ert að bíða alltaf sko. Já, ok, þau svona... Þau tísa þetta, þau dick-tísa og setja þetta svo í gang. Það var skemmtilegt þeim. Það er aldrei að vita nefnir ég kiki og það maður ekki að sjá þetta á næst að það lokar. Svo ég með það. Það er ekki. Já, ég er nefnilega akkurat svona lúðins... Hvað er besta guðskuðslagi? Besta guðskuðslagi? Ég man ekki hvað heitir eins og ég er það lélugur. Over. Já, over and over hana. Já, ég fíla það. Ekki segja að það sé bara besta guðskuðslagi. Svo ég með það. En ég var að spá í að henda mér hérna í, skal ég ykkur segja, lagið á leiðinni heim. Þetta er dagskrárliður sem er á hverjum degi og þá set ég á lag og sem að ég væri svona, ef ég væri á leiðinni heim núna, keyra, veit ekki hvort mér langar að gera eitthvað í kvöld eða ekki, þannig að ég er ekki að leita partílag en þó að séu ykkur byrjar að keyra þetta gangað núti. Ég er með lag hérna sem að ef ég væri að keyra heim núna og þetta kemur á þá myndi ég hækka. Þetta er Coldplay. Er orðið eitthvað voða töff að dissa Coldplay eða? Það er svo máni alltaf einhvað Coldplay-deildin og eitthvað svona Það er orðið þreytt að dissa Coldplay maður, en það er alltaf þannig, þú veist hvernig þetta er öðið, þú þekkir þetta. Success is enemies. Það er hárrétt hér og já, lagið á leiðinni heim núna heitir Fix You með Coldplay. Æ, það er nú ekki skemmt þetta. Ef ég væri á leiðinni heim núna, þetta kem á og ég byrja svona að hugsa, hvað á maður að gera með? Þú byrja að hugsa, fjandinn, á maður að fá sér 2 eða? Ef ég væri á leiðinni heim, Coldplay, Fix You. Þetta er alltaf hljómsveit sem ég fíla. Ég er alveg sama á þetta menn á öðrum stöðum sem byrjar að rakka hana niður. Þannig ég myndi segja bara Coldplay-deildin væri bara hrós. En þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö, á FM 957 en ekki mikið lengur. Við Hjöppi K förum að kveðja hérna, hann situr hérna með hálsbólgu á móti mér en ertu ekki að braggast? Jó, alveg hringalega og sérstaklega eftir ég las þess að fréttan snakkdeiluna á Suðurnesjum. Nú, snakkdeiluna, hvað er það? Æ, hann var hérna, þetta kallað til lögreglunar þegar voru gæjar sem voru að bera á sólpall. Já. Þegar annar vildi fá snakk frá hinum sem neitaði. Okay. Þá fóru þeir að íta einhvern annan þar til snakkeðandinn lagði á flótta og skvettum leið orkudrykk á hinn. Sá síðarnefndi fór þá að bíl í eigu móður snakkeðandans og sparkaði í hann. Auk þess sem hann sagður hafa barið í skottlók bifreiðarinnar og lamið með... Ertu hérna á bakkalóti eða? Nei, þetta er á vísi sko. Ok. Og lamdi eitthvað í bílinn. Hann fór að skemma bílinn hjá gæðinu sem átti snakki sem hljópi í burtu. Ok. Þetta eru rúmlega 20 menn sko. Þetta hefur verið Pringles. Það er nokkuð veist. Gott Pringles sko. Já, once you pop you can't stop sko. Eins og Bræðbreki sagði. Þetta er hérna...
Já, maður hefur nú rifist út af kjánalugum hlutum. Þegar maður var rúmlega 10 ára, þá gæti maður slegist í við svona. Nei, samt sko, ég man alveg þegar maður var 18-20, þá var maður að rífast við félaga sín út af heimskulustu hlutum og menn fór í fílu og svona, en aldrei fór ég í slagsmál eða sparki bíla út af snakki, það er nokkuð ljóst. Hvað er þetta á Suðurnesjunum? Já, þetta á Suðurnesjunum. Þetta lítur að vera í Grindavík þá. Menn er eitthvað tæpir eftir leikinn í gær. Menn eru léttir í Grindavík, mann er svo. Já, ég er bara að tala eftir leikinn. Ég kann vel við Grindavík, sko. Það er allir með fulla massa seðlum í Grindavík, sko. Þegar snakka bara ferðu og kaupir bara 10 snakkbúku, það er ekki vesen, sko. Það er góða punktur, það getur verið Reykjanesbær. Ég ætla ekki að segja neitt um það. Þetta getur verið í Garðinum. Já, þetta getur verið alls þar. En skemmtileg frétt hérna fyrir okkur strákan í lokin. Það er eins og að komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 blöð þennan föstu daginn. Ég verði mættur hér með Birni Braga á mánudaginn kemur. En takk nú vel á móti Rikka G sem er að komast hér hérna fyrir. Hann verður með okkur til 9 kvöld á föstu degi. Og já, Sverrir Bergmann, hann mætti hérna fyrr í dag og tók lagið Alone með Heart. Þá var ég að segja að það væri komin svona ný útgáfa af þessu lagi sem heitir Alone Again með Lísu Reed og Jump Smokers og ég ætla að spila það útgáfi hérna í lokin svona í tilefni því að Svessi tók þetta sem föstudagsslagi. Gangi hægt gleðina dyr þessa helgina og hafið það sem allra best og fyrir ykkur United aðdáendur höldum aðeins í vonuna, fjandinn, það gæti gerst. Velun FM 957 2012 í Hörpu, laugardagskvöldið 2. júní. Taktu þátt í að velja sigurvegara hlustendavelunana á fm957.is. Miðasala hefst mánudaginn 14. maí á dealar.is. Hlustendavelun FM 957. Býður nú hlustendum FM upp á frábær tilboð af fæðibótaefnum til laugardagsins 12. maí. FM957 og perform.is. Koma þér í gott form í sumar. Það þurfa allir að gleðja sjálfan sig inn á milli og ég tala nú ekki þegar maður fær svona aukapeninga. Þá allt í einu getur maður lyft sér eitthvað svona. Komin tíma á eitt feskan og góða línubát, hlölabáta. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. Það er eins á stöðinni. Barbecue grísapanini á 399 krónur og hágæða kaffi og kanilsnúður á 299 krónur með orkulyklinum. Stöðin. Viltu ná árangri? Háskólinn í Reykjavík er leiðandi háskóli á sviði tölvunarfræði, viðskiptafræði, lögfræði og tækni og verkfræði. Í HR getur skiptinám við marga af bestu háskólum heims verið hluti af þínu námi. Kynntu þér nám við framsækinn alþjóðlegan háskóla sem hjálpa þér að ná markmiðum þínum. Háskólinn í Reykjavík. Reykjavík Live, 16. til 20. maí í 101 Reykjavík með Grolls léttöl. Og við allan sólarhringinn í Skeifunni. Kæru OB-líkilafar, hér er áríðandi tilkynning frá Óttari Bendir. Í dag fáið þið 7 króna afslátt af lítranum hjá OB og Ólís með OB-líklinum og 2-falda vildapunta Æslandir. Umferðin í ensku úrvalsdeildinni í beinni á Sport 2 á sunnudag. Allir leikirnir hefjast klukkan 14 og úrslitin ráðast á toppi og botni.